Þetta er verkefni 06 dálkar. Verkefnið er í 3 liðum og ég ætla að byrja með ykkur í fyrsta liðnum. Þetta er með dálkstöðum á ýmsan máta undir tabs. Byrjum á því að velja allan listan og fyrirsögnina hér með og við ætlum að velja að hafa töflumiða fyrir ofan þessa töflu. Þá veljum við references, insert caption. Hér á þá að birtast tafla 1. Ef að sá miði er ekki til hjá ykkur hér, þá búið hann til sjálf undir new label og við viljum hafa miðan fyrir ofan töfluna. Segjum svo OK. Setjum hérna tvípunkt og skrifið þið textan, hæð fjalla og staðsetning. Það er búið að stilla dálka fyrir fyrirsögnina í þessari fyrstu töflu. Og það er við 5 sem er miðjaður og við 9 sem er hægri stiltur og þið sjáu að þetta eru 2 dálkar með að því þá koma 2 svona dálkmerki á milli hér, svona örvar. Það sýnir ykkur til þess að þið sjáu það þurfið að passa að hafa kveikt á paragrafmerkinu hér á home, paragraf. Veljið svo hér fyrir neðan listan yfir þessi fjöll, þessar 4 fjöll. Passa að hafa ekki endimerki með hérna á eftir, bara listan yfir þessi 4 fjöll og svo veljum við paragraf og förum í valmyndina hérna neðst við stramegin tabs. Þar getum við sett inn þessa dálkstöðu sem eru gefnar upp. Ekki eiga neitt við þetta hérna default tabstopp, þetta smetla með bendlunni hér inn og fyrir dálkurinn eru 5,5 cm. Hann á að vera hægri stiltur og til að hann detti hér niður í boxið fyrir neðan þá vel ég set. Þá get ég haldið áfram á þess að þurfa að fara aftur inn í valmyndina og næsta dálkstaða er 8 cm og sá dálkur á að vera miðjustiltur. Vel ég set og þá erum við komið hér með 2. Ef þið smellið á þá getið þið lesið hvernig dálkstillingarnir eru í þessu. Vel ég svo OK. Og þá sjáum við, þá hefur textin raðast hérna í 2 dálka, hægri stiltan og svo 1 miðjustiltan hér. Þá ætlum við næst að setja svona textabóks hérna yfir hægri stilti dálk, eða þennan síðasta dálkin hér og setja fylling á hann og bak við textan. Einfaldast er að gera þetta bara undir insert og shapes og velja hér textabóks eitthvað. Það væri líka hægt að velja textabóks hér. Ég ætla að velja það hérna og ég fæ svona svartan kross, bendillinn breytist í svartan kross. Ég dreg hann með músinni yfir textan sem ég ætla að hafa hann yfir. Sleppi músinni og þá er náttúrulega textin á bakvið. Þá þar get ég valið að breyta fyllingunni, hafa hana bara mjög ljósa. Þið ráðið þessu. Útlínurnar ætla ég ekki að hafa neinar, bara no outline og þá er ég eftir bara að velja hér á listanum að setja boxið á bakvið textan, behind text og þá lítur þetta svona út.